Velkomin í Húbla podcastið. Gaman að vera með ykkur. Ég núna að taka upp fyrsta þáttinn og þó að hann verði sýndur aðeins seinna að þá langar mér bara að segja ykkur að þetta er fyrsta upptakan. Og ég er ekki að taka þetta upp þó ég hafi sagt það. Ég er náttúrulega með frábæran mann hérna með mér, hann Dexó, og ég á eftir að sýna ykkur hann í mynd einhvern tímann við tækifæri, kannski er ég búnaði þegar þið sjáu þetta. En við erum hérna í Studio Kling, hjá henni Siggu Kling. Og það er náttúrulega búið að vera bara ævintýri að fá að fara í þessa vegferð, að byrja með podcast og gera eitthvað svona algjörlega nýtt. Ég er búin að vera mannustjóri undanfarin ár og núna er ég að opna ráðgjafa fyrirtæki og þetta að fara að stað með podcast er náttúrulega bara ævintýri líkast. Sjá hvað skemmtilegt sætiri, svona nefnilega lífið. Eins og þú heyrir hver er komin hérna í sæti hjá mér, þá er þetta Sigga Kling sjálf. Og það er náttúrulega, veist, ég er ekkert að ýkja þegar ég segja að það sé ykkur ævintýri líkast að vinna með manneskju svo Siggu. Það er þetta bara einstakt og hún hefur verið rosalega drifkraftur fyrir mig, hefur hvatt mig áfram og ég veit bara, ég væri ekkert hér ef hún Sigga væri ekki hérna. Hún hringdi í mig hérna einn daginn og stakk upp á samstarfi með okkar á milli. Og ég var bara klár í slaginn að kíkja á það og við bara fórum að ræða saman og áður en ég vissi af þá var hún farin að stinga upp á að ég myndi fara að stað með podcast. Mér hafði ekki alveg dottið það sjálfur í hug en hér er ég og með henni Siggu og ég er ógeðslega glöð og ég ætla að stefna því að hafa þetta bara gaman og vona að þeir sem koma hérna í sætið til mín muni hafa jafn gaman og þið auðvitað sem eru að horfa. Það er auðvitað lykilatriði að ykkur vilji horfa á þetta og ég ætla að vera með eitthvað svona skemmtilegt og fræðandi og þeir gestir sem að verða hérna með mér að þeir auðvitað eru lykilatriði í að koma með eitthvað skemmtilegt til ykkar. Þannig að ég ætla bara að bjóða þið hjartalega velkomna í podcastið hérna hjá mér og í herbyggi hérna heima hjá þér. Amen. Amen, Sigga Kling og Studio Kling. Já, þetta er dásanlegt og mjög svo gaman þegar að hringdi síminn hjá einhverjum að því að svona er lífið. Að þú getur ekki stjórnað öllu og það bara finnst mér eðlilegt að hlutinni sé ekki alveg fullkomnir því að það er kannski ekki alveg eins og lífið er. Nei, það er aldrei, það er nefnilega óhætt að segja að stundum er bara eitthvað svona algjörlega óvænt sem kemur upp. Já. Og þú kannski gast aldrei séð þetta fyrir. Nei. En ef þú ekkert stundum, eins og þú segir, Nei, já, ef þú hlustar á hjartað þitt, já. Þá finnur þú hvort þú ert á réttri leið. Já, og þess vegna er svo gott að, hvort sem við kallum það mistök eða ekki mistök, eða hvort það hringir eða eitthvað, við verðum að vera viðbúin öllu, hvort sem við erum í vinnu eða í lífinu, að vera viðbúin, allt geti gerst, þú veist, í raun og vera allt klikkað eða ekkert klikkað, vera viðbúin, bara og kunna á það og taka þessu með ró og yfirvegun, er það ekki? Jú, og kannski líka eins og þú segir, þegar það er náttúrulega alls konar sem kemur upp. Það klikkar nefnilega mjög margt líka. Það er lífið. Það er lífið. Við værum ekki lifandi ef ekkert myndi klikka. Nei, þetta er klikkað líf. já, ég meina það. Nákvæmlega. Já. Og málið er einmitt þessi viðbrögð. Já. Hvernig, ef þú ert undirbúin, og ef þú ert undirbúin, þá getur þú hvað sem er. Ég meina Nelson Mandela sagði, þetta er ekki spurningum hversu oft þú dettur, þetta er bara spurningum að hvort þú stendur upp. Já. Og þú getur alltaf haldið áfram. Það er alltaf eitthvað annað þarna sem að tekur við. Já. En hann var í 28 ár minnum í fangelsi og hann var ekki bitur út í neitt þegar hann kom út. Og það er alveg að borga sig í lífinu að þegar við erum bitur og reið út í lífið og aðra, þá líður okkur illa, ekki hinum. Þegar þeim er slétt sama, það er bara það að fá fyrir líðaninn inn á við, hvort sem það bara í lífinu þínu og þá öllu sem þú gerir og lífið er vinna.
bara yfir höfuð. Allt sem þú gerir náttúrulega að vinna og þú verður að nenna því svolítið. Akkúrat. Og hann einmitt sagði nákvæmlega þetta að það að vera bitur út í aðra er eins og að taka sjálfur neitur og halda hinir finna eitthvað til. Sko. Já, og halda hinn í degi. Og halda hinn í degi. Já, og halda hinn í degi, því ég man það líka, sko. Því ég er svo skotin í honum. Já. Já. Það kom hérna einu svona kona, sko, frá Afríku. Ég þoli ekki hvað ég segi mikið, sko. Út með sko, Sigga. Nei. Sko er bara stundum málið. Ég veit. Það er það þannig núna. Sko er stundum málið. Það er líka gott nafn á podcast. Já. Það kom ein besta vinkona konuna hans Nelsons Mandela. Já. Hún var yfir í Afríku yfir skiptinumum og dóttir mín var skiptinumi hjá henni og hún kom til að heimsækja okkur. Hún var svo klár og vitur og skemmtileg og mikill feministi og ég elska þetta. Ég elska svona, líka bara að skoða fólk og finna sér fyrirmyndir eins og þú ert að tala Nelson og einhverja sem að sér fyrir sér eða sér í huganum sínum hvar sem að hjarta sínu af því að við verðum að leggja veginn einhver staðar því ekki það alltaf foreldramanns sem eru fyrirmyndirnar, maður þarf að finna hvernig viltu vera og hvað viltu gera, segi ég. Akkúrat. Mín skoðun. Já, ég held að sé mitt sko, fyrirmyndirnar geta verið svo víða. Þær eru ýmist ykkur sem er í uppeldinu eða ykkur sem að þú bara kynnist. Já. Og þær geta verið á mismunandi stöðum. Ég segi bara, þú ert ákveðin fyrirmynd fyrir mig ef ég á að segja eitthvað því að þú ert bara svolítið svona manneskja sem þorir og ert ekkert að láta neitt stoppa þig. Þú ert klædd eins og þú kemur til dyrana. Og það er alveg ljóst. Og ég verð nú að hrósa þig bara fyrir dressið, þú veist. Ég bara þakka þig fyrir litin. Þetta er bara húbla liturinn, bara mættur. Húbla, það er engin búbla þetta húbla, sko. Já, en yndislegt. Þú ert klárlega, kemur til dyrana eins og klædd og ég get óhætt sagt það frá því ég kynntist þér. Þú ert ekki bara klæðið upp fyrir tilefni þegar þú ferð í svona flotta kjóla. Þú ert bara alltaf töffari. Sko. Það er bara þannig og fyrstu ári mín það sem að ég var að gera svona ýmsa hluti, ég var með fyrirlestra og ýmisleg, þá réðu menn mig ekki. Af því að þeir voru svona að hugsa, já, býta nú við, erum við kött á hausnum eða hvernig, já, þeir bara treystu þess ekki, hún sér hvernig hún er klædd, við getum ekki látið hann að vera með einhvern fyrirlestur í þessu, hún er eitthvað gaggagúgú. Og það er að dæma fyrirfram eða fordæma. Já. Þú dæmir fyrirfram, hvort sem það er fyrirtæki að annara sögn, hvað aðrir segja, eða mannesku, af því að við erum líka fyrirtæki, við byggjum okkur upp sem slík, sko alveg sama hvað við gerum. Og já, svo að ekki fordæma eða fyrirfram dæma neitt fyrir en þú hefur gengið í þeim skóm eða verið í þeirri vinnu eða skoða betur sjálf. En þú hefur einmitt sko farið svolítið út í þetta. Ég meina, ég man alveg eftir áður en þú varst þekkt sem vörunafnið Sigga Kling. Þá varstu ekki í þessum skrautlegu kjólum. Einhvern tíma varstu ekki þar. Ég hafði gefnaði með því að segja svo er. Það er satt. En þér langaði? Já, það er satt. Já. Þetta er alveg satt af því að ég náttúrulega var bara að eiga börn og buru og svona og baka skúfukökur og gera hluti sem er líka viss undirstaða í lífinu og forréttindi að gera þó mér hafi fundist það ekkit sérlega skemmtilegt þannig að séð ef ég skoða þetta þá var gaman náttúrulega að eiga þessi börn og gaman að baka og dútla út í bollur og ýmislegt en mér finnst nútíminn skemmtilegri. Ég vildi núna vera eignast börn ef ég segja af því að mér finnst nútíminn litrikari, hann var ekki svona litrikur, manstu ekki það voru bara til kannski einhverja 5 tegundir af mat, það voru kjötfarsbollur, það voru fiskibollur. Þetta var miklu einhæfari, já. Þú ert líka samt miklu yngri en ég. Já, ég man samt eftir þetta var svona Austur-Þýskalands án, Já. Austur-Þýskaland án Stasi, sko. Mér finnst þetta flott kót, sko. Já. Ég elska nefnilega nútíman og allt sem við getum gert. Og mér finnst svo gaman með þetta húbla að því að það búið að, sko, það vantar finnst mér oft inn í fyrirtæki að búa til hjarta. Að setja að því að hjarta virðist oft fara pínlítið út
þegar að eigandinn ekki við, eða það sem sagt orðið stærri keðja eða einhvern veginn að láta alla slá í takt, en eins og fótboltaleikur þá það veikasti hlekkurinn er keðjan og veikasti hlekkurinn sterkasta í keðjunni. Mjög mikilvægt. Já. Og einmitt mjög mikilvægt að hjartað sé til staðar í fyrirtækjum og það náttúrulega bara að sýna sig núna meir og meir að velferð og svona umhyggja fyrir fólki að þetta bara að verða einn af lykilþáttunum. Það öll þessi stafræna bylting sem að koma inn á vinnustæði, tækniþróun og annað. Þetta svona hristir auðvitað aðeins upp í fyrirtækjum og við sem manneskjur þurfum ekkert minna á því að halda að finna að við skiptum máli, að við séum að gera gagn, að það sem við gerum gerir gagn, og hafa eitthvað tilgang. Og ég held að við þurfum öll á því að halda að hafa tilgang og ég bara þakka þér fyrir að þér finnist Húbla að vera skemmtilegt inn á markað, en ég auðvitað vonast til að Húbla geti verið einmitt svolítið svona hjarta fyrir þá sem eru sjálfstætt starfandi og verið stuðningur við þessa aðila, að þetta geti verið svona eins og þó þú sért að vinna einn, þá ertu ekki einn, að þú sért sko hluti af einhverju. Getur fengið stuðning, að það verður svona ákveðið samfélag. Þannig að ég sé þetta bara að þetta geti ekki annað en bara vaxið. Ef að hjartað gott, þá einhvern veginn, þá geta hlutinum vaxið. Ég held ég til dæmis sjálf, lít þannig á mig allan að ég hafi verið alla tíð mjög góð í að tengja fólk saman. Og ég ætla bara að halda áfram að gera það með Húbla á nýjum vettvangi. Já, og mér náttúrulega fullt af fólki á bakvið þetta Húbla, þá eru allski sérfræðingar og fólk sem hefur... Já, og við þetta saman, þetta ekki einsmannsverk. Nei. Aldrei þannig. Nei, og þetta eins og fjölskylduráðgjöf sem að mér finnst það svolítið að startast í upphafi að við fáum ráðgjöf, ekki bara þegar allt komið í óefni, að fá fyrirtækjaráðgjöf, nákvæmlega svo fjölskylduráðgjöf, að ekki þegar við vitum ekki sem er rekum fyrirtæki hvað við eigum að gera, heldur að passa upp á það að setja ráðgjöfina inn sem fyrst áður en að óefnið komi. Finnst þér þetta ekki rétt? Það getur verið þannig, sérstaklega til dæmis segjum þú sérst að stofna fyrirtæki, að þú viljir fara með fara á réttan hátt af stað, að réttu hlutirnir séu gerðir í til dæmis, að þú hugsir aðeins, þú þarft ekki að borga svo rosalega mikið fyrir aðeins að hugsa bara, hvernig vil ég hafa mannauðsmálin, hvernig vil ég hafa, þarf ég eitthvað gæðapælingu inn í fyrirtækið strax til að byrja með, eru það einhverju hlutir sem ég þarf aðeins að hugsa út í og get fengið kannski einfaldan ramma sem kannski ekki svo dýr, bara til þess að komast að stað á réttan hátt og síðan þarftu kannski ekki að vera að borga eitthvað endilega meira í það í bili, þangað til að fyrirtækið er komin á eitthvað vettvang eða á eitthvað stað og stærð þar sem að þú hreinlega hefur efna á að ráða inn manneskju og það náttúrulega galdurinn í þessu. Það að geta bara hreinlega tekið inn fólk þegar þeir hentar á þess að þurfa að ráða það í full time. Já. Og þetta mér finnst þetta skipta bara svo miklu máli að fá aðeins ráðgjöf í því sem maður er að gera, hvort sem það að, og þú veist, og hafa einhverjar, þess vegna, ég myndi hugsa ef þetta væri, ég ætla að fá eitthvað svona, og líka hressandi. Hressandi líka að því að við þurfum að vera að hressa hvort annað við, og við erum svona, við erum að fara að taka fyrirlestra með Húbla, þar sem að svona, þú ert svona búin að skoða og lærði mannauðsstjórnun og allt þetta og Heyrðu Sigga, nú bara kemur inn á þetta, við Sigga ætlum sem sagt að fara að bjóða upp á fyrirlestra saman mannauðsmál og hamingjuna og ætlum svolítið að taka þetta svolítið þannig að fyrirtæki geta verið að fá 2 fyrir
2 fyrir 1. Það svolítið þannig. Já, það Við ekki á erum- föstudögum þá. Ha, nei, þarf ekki að vera föstudagur, má vera föstudagur, en Já, þá kæmi ég á undan með fyrirlestur sem að styður við fyrirtækjamenninguna og gerir mögulega góðan vinnustað betri eða jafnvel kemur inn með ykkur nýjar hugmyndir fyrir vinnustæðin og svo kæmið þú þá eftir mér með drifið. Bara svona hressleikan og hvernig okkur að líða og hvernig við getum útilokkað erfiðleika og gera vinnuna, að því að þú ert ekki hamingjusamur í vinnunni, segi ég, að þá þarf að gera vinnuna hamingjusama. Að því að það bara ekkit, maður fer með allski skoðanir inn og svo maður pirrar út í einn eða annan og maður, þess að vinna núna og í staðin fyrir að reyna að hugsa 4 góð atriði við þessa mannesku og lykilatriði í öllu í lífinu, eins og hún Oprah Winfrey sagði, svo við séum að sletta þessu skemmtilega fólki, það þjónusta. Já. Það að þjónusta og þetta eru svona þjónustu námskeið líka og það, eða fyrirlestrar, það þjónustan í alveg sama hvað ef þú þjónar frá hjartanu í því sem þú ert að gera og ertu góðu við meðleikara með þína inn á vinnustaðnum og bara allstaðar, þú veist aldrei hver þú ert leiðilegu við einhvern svo hann ráðinn í vinnuna, svo maður alltaf bara gerast í besta, eða ekki? Þetta ákveðin líka gestrisni sem við ætlum að fara kannski líka inn á, því að þegar að þú ert að tala þjónustu, hvort sem að það þjónusta starfsmanns við yfirmann sinn, eða bara hreinlega alvöru, alvöru, hvað alvöru? Þegar við tölum þjónustustarf, þar sem þú ert að selja á veitingastað eða annars slíkt, það alltaf, eitt að veita góða þjónustu þar sem þú færð það sem þú borgar fyrir. Þetta alltaf kaups. Þú ert að gefa eitthvað og þú færð eitthvað í staðinn. Og þetta þarf að vera jafnvægi þannig að allir fari sáttur út úr þessu sambandi. Já. Og síðan það gestrisni. Já. Sem svolítið lykilatriði í þessu. Og það þetta ekstra. Það gestrisni. Já. Þú getur alveg farið í heimsókn til í kvöldmat heima hjá okkur og hann getur slett matnum á borðið og þú ferð að borða og allt þetta. En ef það ekki þetta einstaka viðmót að þú finnur að þú sérstakur. Ég ógestrisinn heima með mér. Það? Þannig að fólk verður bara að fara í ískapinn og svona, það svona allt leyfilegt, það svona meira, ég meira eins og hlaðborð. Þú veist það? Þú hlaðborð, Sigga. Já, ég hlaðborð. Já, þú getur bara farið í fötu mín og sett hattan á fáðus og borða og svona, já, ég sé þig. Svona. Ég kannski var gestrisinn, en gestrisni, þetta fallegt orð. Að rísa fallega fyrir gestinn og gesturinn í fyrirtækinu náttúrulega skiptir öllu máli og eins og þú sagðir að ganga aðeins lengur þarft, gera meira þarft, það mikilvægt. Það mjög mikilvægt. Já, þú hugsaðir, ok, þetta þessir að mér þarf bara að gera þetta og svona, þú ertu beðin eitthvað ekstra og þú segir, nei, ég ætla að kosta mér ekki að vera að hanga hér lengi, ég ætla að vera frægur leikari, en þú nærð ekki neinum árangri ef þú nærð hann ekki hér, að því hér núna og þú nærð bara með þjónustinni og því að það eru aðrir sem munu ýta þér upp, skilurðu. Það þannig lífið, það engin hrokafullur vitleysingur sem hefur náð árangri, ég ætla kannski að það getur verið nokkrir siðblindingar, ég veit ekki hverju þar eru þá. Já, já, kannski 2, ég veit ekki. Já. En þetta hárrétt og ég held að fyrirtæki náttúrulega sem að veita þjónustu ættu þetta út í þessa hluti og þarna að hugsa líka út í ráðningarnar. Já. Því að þetta oft karaktera líka. Já. Sem eru gestrisnir. Eins og þú segir, þú hlaðborð. Já, ég hlaðborð. Kannski ég gestrisni. Já. kannski ég desert. À la carte. Ég à la carte. Já. Ég kannski, svo við bolluna framan á ég örugglega desert. Já. Maður vill desertin, ég vil fá hann á undan, Það nefnilega þetta, ég svona með svona fólk heldur kannski, ég sé alltaf mikið af fólki í kring og svona. Þá ég nefnilega þessi mjög prívat persóna, þó
fólk sjái annað, því að ég er náttúrulega svo talandi stjörnumerki með Merkur í tvíbura og þá náttúrulega flæði bara allt sem ég hugsa, sko, ég hef enga stoppara eins og nautin hafa. Já. Þú veist, þó ég tali nú í stjörnumerkjum því að Já. sum fyrirtæki, þau ráða inn eftir stjörnumerkjum og fyrsta vinnan mín í Juno Ís, þá er ég líklega 16 ára, þá máttu maður vinna fyrir tvítugt, segir svona. Og varstu ráðin eftir stjörnumerki? Já, eftir hvað það var reiknað út, hún heitir Edda og þau voru með Dale Carnegie námskeiðin hérna á Íslandi, Já. Edda og Conny og það var Juno Ís og og það var biðröð, ég veit ekki hvað, það er atvinnuleysi í gangi og ég er þannig í biðröðinu og svona og svona, já, svolítið brussa svona og þá reiknar hún út frá degin, fæðingadegi og mánuði og ég var ráðin af öllum sem haug, sko, Nei. af fólki út af því Edda Konráðsdóttir. Þetta er kannski, nú ertu kannski bara komið nýtt trend inn á ráðningamarkaðin. Já, nei, ég get sagt þér að það er fullt af fyrirtæki sem að ringi mig eða ráða einhvern. Já. Já, ég ekki kannski Þetta alveg er haugur. áhugavert. Nei, en þetta gerist. Já, og svona, ég nota ýmis svona skemmtileg fræði til að skoða þetta, sko. En svo líka segi ég að þegar þú ert að ráða í fyrirtæki, þá ertu líka að horfa að þessu augunum fólki. Því að augun er nú eina líffæri sem er alveg fast við heilan og þú sérð margt gló og einlægheit. Mér finnst að vera einlægur er svo mikilvægt. Þú veist að vera bara einlægur og segja hlutinu eins og þeir eru. Það er ekki alltaf öll prófskírteini heimsins sem að gera þig betri. Nei, nú, þú þarft alltaf svolítið að horfa líka í manneskjuna Já. og finna þetta. En þess vegna þetta eru þessi viðtöl svo mikilvæg, veist að þú erfitt að ná þeim til dæmis í gegnum fjarviðtal, veist, þar sem að eins og núna í COVID, veist, við vorum að taka viðtöl í gegnum tölvur og þetta gerir þetta allt svo rosalega flókið, veist, þú færði ekki þetta look and feel, veist, þú færði ekki þessa tilfinningu sem Já, að manstu þegar þú varst í tölvinu, mér varstu svo mikið snillingur, en svo sástu bara aðalega eitt andlit, þetta er svolítið merkilegt, sem var með svona fílusvip, skilurðu, af því að þú veist að voru svona margir og hún hefur verið bara með sko fastan fílusvip, það eru sumir með það, þau vakna og sofna svo leiðis, alveg sama. Bara svo ég segja eins frá þessu hérna, Já. en ég og Sigga gerðum hérna smá frumraun með að halda fyrirlestur, það Já. var sem sagt Kvenfélagasamband Íslands, þá heldum við hérna fyrirlestur fyrir 160 konur hérna á Íslandi, sem var mjög áhugavert, þetta var svo frumraun mín og hérna, en það var akkurat eins og Sigga segir, að ég sem sagt, það var eitthvað vitlaust stiltur hjá með skjárin, þannig það var bara eitthvað svona ein kona stilt á skjáin og hún var allan tímann svona. Og ég var bara, ég horfði á hana og ég hugsaði bara, guð mig góður, veist, ég er að segja ykkur að bara tóma vitlaust, þetta er rosalegt og þá var ég að reyna að láta þær gera eitthvað, skilur, ég var að segja þeim að loka augunum og ímynda sér þetta og þetta og ég horfði bara á svo konu, hún ætlaði aldrei að loka augunum og ég bara, fuck, þetta En þú tæklar en þetta svo svo vel, náðan, loksins láði ég alveg fá hann að loka augunum, en ég greinilega, en þú kannski var- tæklar þetta, ég hlusta á þetta. Já. Já, Ég þú fannst það kannski ekki, Nei, að því að þú varst að horfa og maður horfir yfirleitt á fullukonuna eða vesinisborðið. já, já. Í 80% tilfella gerum við það í staðin fyrir alla hina og þú sást bara þessa konu með skeifuna og þú veist og mér varst þú tækla þetta svo vel, ég sagði bara, vá, mér varst þetta svo flott hjá þér. Ó. Já, og hvað þú sagðir og allt þetta, ég sá ekki þessa konu af því ég var fram í eldhúsi þó að þú var hér inni. En Í alvöru? En þarna kemur einmitt inn á þetta sem þú ert svo mikill sérfræðingur í, það eru orður og álög. Já, árður álega. Orður og álög. Það er nefnilega sko, maður nefnilega stundu tala svolítið við sjálfan sig eins og maður sé bara ekki nógu eitthvað. þú veist. Orður eru líka örlög, mér finnst það mjög flott. Þú getur nefnilega Já, það tala er þig örlög. upp í að Já. ná á eitthvað nákvæðin stað, sko. Ef þú bara tala nógu vel við sjálfan þig. Og oft. Og oft. Og einmitt. Og venur þig, þetta þarf eiginlega að verða ákveðin held ég vani, sko, að og ég eiginlega lærði það líka svolítið af þér. Það er að útiloka þessar leiðindar raddir sem að segja að maður sé ekki nógu góður eða ekki nógu að einhverju, sko. Og það er náttúrulega bara ákveðin galdur og þú getur nú aðeins sagt okkur svolítið frá þessu. Þetta er galdur og það er nefnilega, maður þarf að galdra í lífinu eða töfra
og útiloka eða fara út úr hugsunum, annars eru það fastar í hausnum á manni og snúast, sérstaklega í þessari orku sem er búið að vera tengja á alheimi núna. Þú talar þessar raddir bara sem fyllibittur. Já, það eru bara fyllibittur í heilanum og það eru alltaf með og maður bara svona, það eru svona umræður eitthvað leiðindi sem gerist í fortíðinni, það er ekki útkoma. Já. Og þegar þið líður illa, þá færðu aldrei útkomu. Því að vanlíðan gefur ekki svör. Þú getur ekki í vanlíðan og hræðslu og allt þetta, þá blokkast svör. Svo verður að útiloka og bara verður að segja þessu hyskja stein þegar og nota sálina, að því hún er forstjórinn. Og byrja bara að þjálfa þig upp eins og fyrirtæki. Þú þarft að þjálfa þig eins og fyrirtæki því þú ert fyrirtæki. Þetta er bara þjálfun og líka þora eins og þú að henda þig bara í podcastið og það er náttúrulega bara ekkert annað hægt þegar að maður hefur svona peppara sko. Já, en þú gerðir það. Já, það er svo lítið það er alveg rétt. Já. Maður þarf að þora að stíga fyrsta skrefi. Já. Af því að það er svo skrítið með heilan að hann bara ósjálfrátt segir hinum fótunum að labba á eftir. Já. Það er bara eins og að Já. og það á við svo endalaust margt að það er bara þetta fyrsta skref og þegar maður er komin á stað þá gerast hlutirnir og maður þarf einmitt að útiloka þessar fyllibittur og trúa því hreinlega að maður sé eins góður og aðrir segja að maður sé. Það er nefnilega oft þannig. Það er þessi samaburður hann svo ruglandi. Já, það er aðrir sem segja við þig þú ert svona og þú hlustar ekki eins og náða. Nei. Þú útilega það. Ég geri það og ég myndi ekki segja við fólk að almennt séð að ef það er eitthvað frétt það, ekki fara í kommentakerfin. Já, ef það er neikvætt. Af því það eru vissar fyllibittur næstu því úr þínum heila sem vinna þar. Já, það er þessi tröll. Kannski getum við kallað þessi tröll líka. Já, það eru tröllinni, það eru líka þessi nettröll í heila nettröll. En og kvíði og svona sem gerist og sem að fólk fær og innan fyrirtækja líka getur verið smitandi, skilur þið líður illa, þá er það smitandi, svo að því við erum brosið smitandi og til dæmis hláturinn þinn, hann er nú upp á 10,5, ég þarf að taka hann upp, í alvöru. Okay. Og svona bara, þetta er svo mikilvægt, bara það litla þó manni, og maður kannski, manni finnst maður ekki upplæður í eitthvað, manni finnst maður ekki geta þetta, en þá þarf maður að taka í hnakka drambið á sér, held ég drambið í hnakkanum, það er svona. Og fleygja sér áfram og svo þegar þetta er búið þá er maður svo ánægður að hafa bara gert það. Ég bara einmitt hugsaði þetta það er bara að það einmitt að vera komin hingað þetta er bara svona nýr kafli svolítið. Þetta er nýr kafli, þú skrifa bókina. Þetta er rosalega skemmtilegt að skrifa svona bók. Þú ert bara með bókina og þú ætlar að láta einhvern lesa að mamma gerir þetta og þú ert bara minning. Já. Og líka fyrirtæki nema kannski Coca-Cola því þeir eru búin að vera svo lengi, þeir eru samt minning. Það er svo margt og en mér langar aðeins að heyra líka þú varst að halda eitthvað þjónustu námskeið þú hefur gert það og þess vegna fórum við að tala saman að við yrðum saman í að gera þjónustu námskeið og við erum búin að fá með okkur líka af hótelstjórum stærsta hótelsinn á Íslandi til að vera með okkur í því og nú langar mér að heyra bara eins hvernig fórst af staði að fara með þjónustunámskeið, þú gerðir þetta einn? Já, ég gerði þetta einn og ég gerði svona þjónustunámskeiðsbók, ég fór pínulítið eftir handriti sem ég er ekki vön alveg að gera og ég lét gera æfingar. Já, og allir fengur svona bók og skrifuði niður hlutina og allt þetta og svo var bara spurt og svarað og ég var ekki með nema kannski 15 kannski að fyrirtækinu einu en ég var í marga fyrirtæki. Já, ég hef verið með risa fyrirtæki og ég hef líka verið með lítil eins og leikskóla og svona og það er og vera bara ég vil vera svo persónuleg og það er svo mikilvægt að kannski út með 20 manns eða 30 manns ég var bara með kaflaskipt fyrirtækin, ég gat náttúrulega ekki verið að taka meira. Maður tekur kannski ekki
500 manns í einu eða 100 manns í einu. Þú vilt kannski upp á að Já. ná árangri Já, og þá kannski viltu geta gert þetta persónlega þannig að Já. þetta tali til fólk. en þetta er náttúrulega námskeið. Það er og annað að halda já, fyrirlestur og halda námskeið. allt annað að halda fyrirlestur að halda námskeið, sko. Akkúrat. Af því að það er svo mikilvægt að horfa í augun á hverjum og einum og þetta hef ég gert í flest öllu sem ég mögulega get og ég ná ekki þegar að kannski eru fleiri hundru manns að gera þetta þá er að því að alveg eins og þér finnst nafnið þitt mikilvægt þá finnst þér það að manneskjan horfi í augun á þér mikilvægt svo að þá finnst þér þú vera til. Já, þetta er einmitt bara eins og þetta sem vorum að segja með svona hjarta í fyrirtækin á. Það er þetta að fólki finnist að skipta máli. Já. Og það sé Já. Og það Þú getur gerir fundið þetta. örvun Já. ef að það er ekki að ganga nógu vel að það sjáu að það geti náð árangri og það sé svona að það sé tilgangur, að það sé að ganga til einhvers, að því orðið tilgangur, eins og þú ert að segja, þá ert að ganga til einhvers. Já, mér finnst það svo merkilegt orð. Ganga til þess að eitthvað geti gerst. Já, þá gengur, og já, svo maður þarf að stækka fyrirtækið sitt og stækka sjálfa sig sem fyrirtæki, stækka hjartað, leyfa hlutunum að gerast og láta þá gerast, hvort sem maður nenni því eða ekki, bara henda sér í djúpulögunni, sverða. En þú ert náttúrulega bara algjört ólíkinda tól, verði ég að segja. Má maður spyrja hvað er það gömul? Já, ég hugsaði þetta smá, ég er 70-aldri, en svo heyrði ég var í 62 í útvarpinu og svo ég er ekki viss. Nei, ég er bara 61. Þú ert bara alltaf síung samt. Og það er bara það er eins og það sé engin aldur sem eigi við þig. Ég verður bara að segja það. Nei. Hvaða kona sem er orðin þá, segjum 62 ára, fer og bara opnar podcast-herbergi heima hjá sér. Já. Og fer á stað með podcast, þú ert náttúrulega komin á stað með þitt eigið podcast. Já, það hafa gaman, því hamingjan og gaman búa saman. Svo maður að gera eitthvað, af því þá, ef maður hefur ekkert fyrir stafni, svo er búið að vera svolítið svona í þessu sem er búið að vera gerast í alheiminum, að þá verður að finna eitthvað, því að þú hefur ekkert fyrir stafni, þá koðnar þú niður og þú byrjar að fá í alvörinu verki og svona vesen og svo bara, þú veist, leiðum að gera eitthvað og þá hækkar tíðnin í höfðun á þér, þá hækkar tíðnin í líkamannum á þér, þá gengur þér betur og þú réttir úr þér. Þó ég sitja alltaf þessu rækja. Þú ert ekki mikið fyrir að hafa lítið fyrir stafni. Nei, ég verð að segja að mér finnst það svo leiðilegt. Já. Þú ert bara... Já, mér finnst... Maður finnur það bara dofnar yfir þér þegar að... Já, en þá, eins og er gaman til dæmis, bæði hvort þess að heima hjá þér í fyrirtæki hvar, að það er að hafa músík og hressa mann við að því þá ferð að dilla þér og hreyfa því í staðið fyrir að labbi svo rækja þú bara, já þarna útvarpinu, heyrðilega og svona En segðu mér aðeins frá þessu hvað var eiginlega sem kom þessu allar stað, skilur þú ert bara að fara að gera svona podcast og þú ert í alls konar pælingum Já Ég, já, það var bara, þetta bara podcast, þetta er smitandi og nú er það sem er að gerast og þó maður sér orðin 50, 60, 70, 80, 90, 100, þá er það alveg sama að maður þarf að vera opið fyrir hvað er að gerast, af því það er gaman að fylgjast með hvað fólk er að gera. Og þetta var eitthvað sem mér var skemmtilegt að hlusta og ég hugsaði bara, já, ef þú opna munnin Sigga, þá kemur eitthvað, svo bara, já, og svo náttúrulega, já. Þú ert svolítið fyrir að hlusta á bæði svona podcast og uppistandara, eða ekki? Ég elska uppistandara, því þeir láta mig hætta að hugsa einhverja vitleysu, sem ég nenni ekki að hugsa Hlæja, og þegar þú hlær, þá gerir við líkamann. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir fólk, náttúrulega hvort sem heima hjá sér í fyrirtækjum út á götu að hlæja og brosa. Það er náttúrulega vísindilega sanna bara. Já. Það bætir heilsuna. Já, það er til klinikar út allt það sem að fólk leggst inn og hlæri úr sér vitleysuna. Af því þá byrjar líkaminn að laga sig sjálfur því hann er gerður þannig að laga sig sjálfur. Já.
Svo að bara svona húmor og hamingja. Veistu það ekki, ég hlakka bara rosalega til að vinna með þér í þessu sem að við ætlum að vera að gera saman. Ég hlakka svo til. Já, þú veist, ég elska að hlakka til, því það er málið. Já, og ég held líka sko, allt svona sem maður gerir nýtt og fer aðeins út fyrir kassan. Það, Ertu með kassan sem stendur fyrir út fyrir kassan? heyrðu, ég er með kassa Hva? sem stendur fer út fyrir kassan, af því ég er nefnilega svolítið mikið fyrir að fara út fyrir kassa þessa dagana. Ég Já. ákvaða af því að þú er svo mikið fyrir spil, Sigga. Jú. Þú ert ekki í dag til þess að spá, Nei. en ég náttúrulega, veist, eins og við vitum, Sigga náttúrulega. Ég hefði náttúrulega aldrei gert podcast nema að við erum En með hérna kvikmyndatökubann eru sem sagt nokkra svona, þetta eru óvæntar spurningar. Er þetta hvað svona? Þú sagði mér ekki að þetta væri popquiz. Nei, en núna máttu velja, Er þetta grínast? tvö spil. Ég skal, þú spyrð og þú svarar. Er þið minnst og það frábært og snúrið svona og sé ég spurningana? Já. Nei. Það er léttast og svona. Heyrðu, það er ekkert svona, þú bara velur lit. Ég ætla að velja bleikana því það er náttúrulega, Ok. það er ekki bleikur til. Ok, bleikur er sem sagt, Bleikur, ég tek rauðan og gulan, það er svona nokkur neginn Já. sólin og en þetta, blóðið. þetta er Blóðrauð skemmtilegt, sólalag. þetta er sambandið og Trúnó sem hún Sigga er að velja hérna. Sambandið og trúnú. Já. Og þú mátt lesa upp fyrir mig spurninguna. Hvenær fórst þú síðast út fyrir þægindaramman þinn? Já, Sigga mín, hvenær fórstu síðast út fyrir þægindarama? Já, ég man ekki eftir að hafa verið í honum. Þú er alltaf verið út fyrir utan hann. Já, svolítið að því að ég hef alltaf verið svolítið, ég hef alltaf verið svona, sko. Ég var, Já. Já, bara strax bara í Já, æsku. já. Ég var, fólk kom að sjá mig þegar ég var 2 ára, sko, úr sveitinni. Af því að þá, sko, þá hélt ég kynna að lesa, en fólk sagði kynna að lesa sem er pottet ekki rétt. En ég kunni utanbókar ýmislegt og fólk kom og svo að þetta byrjaði bara að snemma, allt saman. Þannig að þú hefur aldrei verið í kassanum. Ég get ekki sagt það. Nei. En það er bara, mér finnst það að vera líka bara svolítið lýsandi fyrir þig. Sko. Já, af því þú getur ekki allt í einu breyst, sko, af því Nei. þetta er undir tónn, Já. en þú getur stækkað orkuna þína. En er ykkur verkefni sem þið finnst erfiðar en önnur? Ég er, þá þessi skrítið að segja frá, að þá er ég þoli ekki að fara inn á mannfagnaði, nema ég stjórna þeim sjálf. Og í alvöru, veislur og svona. Ef að þó það sé bara einhverja veislur, þá bara reyni ég að koma alveg síðast. Ef ég stjórna þeim ekki sjálf, þá bara vil ég helst ekki vera þar. Þetta er furðulegt. Þú Ég ert veit bara það. forstjóri. Já, ég er forstjórinn. Þú ert bara forstjóri. Já, ég er forstjórinn. En samt, þú veist, ég meina, góði forstjórar eru líka svona people persons. Já, Og þú ert nú það, sko. já. Þau eru rosalega útgeislun og... Já, takk fyrir það og sömu leiðis, elsku Harpa mín. Ég var að hugsa einhverja forstjóra, ég myndi bara ekki eftir neinum hann í Jöklubíkinu. Já. En þeir eru fyrirmyndir, af því þeir hljóta eru að hafa fyrirmyndir. gengið sterka með. Það er ekki auðvelt að vera forstjóri Nei, það er mjög erfitt. og astanlegt nafn. For, Og í raun Stjóri. forstjóri sem að endist mörg ári í fyrirtæki, já, það er bara virðingavert, sko. já, Því að þú ert í raun, sko, þú ert alltaf fyrirmynd. já, en þú veist, já, ég vil ekki taka neinn dæmi, en það er ekki nóg að endast í fyrirtæki, það er alltaf að byggja fyrirtæki. Já. Svo að, Ég er bara að segja, já, sko, þú veist, ég meina sum fyrirtæki sem hafa gengið alveg súper vel, já, þau hafa oft verið líka með forstjóra sem hefur, það er ekki alltaf sem þeim er skipt út og 2-3 ára fresti. mér finnst það líka alveg ömurlegt. Það er náttúrulega misjafnt hvað hendar. Þetta er bara eins og leikstjórnandi í fótboltaliði, sko, að vera með forstjóra. Þetta er ekkert annað en það er rauðarspjaldi bara. Þetta er þjálfarinn. Já, það er rauðarspjaldið, Og- en samt að helst ekki að skipta út hvorki fólkinni. Nei, veist, en það er þetta, veist, ákveði virðingavert að sjá góða stjórnendur vera að gera alltaf góða hluti. Það Ég er bara- elska því fyrir búðir þegar fólk er búið að vera þar í 100 ár. Og ég hugsa bara að það er eitthvað sem ég kannast við. Og svo er líka því fyrir bankan, þú veist að þetta er svolítið pínlítið, ekki eins og þetta kannski var, en ég er ennþá með sama
sama liðið sem að þegar ég byrjaði í bankanum. Og þetta svo persónulegt Þú og rosalega sýnir mikla hotlustu gagvart ég fólki sem að rosalega þjónustaði við. ég rosalega mikið hotlista, sko. Þar ég alveg 1000%, sko. Ég mafjósi þar. Ég verð bara að segja því að við fórum eitthvað að ræða nefnilega svona kostunaraðalega, ég og Sigga eitthvað svona, hún var bara, ég elska Origo. Já, já. Ég vil hafa einhvern sem ég elska. Já. Þú veist, Ég elska Fjarðakaup. Já, ég elska Fjarðakaup. Og vítamín ég hangi í vítamínrekkanum. Og svo bara svo gaman í Origo. Þú bara ferð að kaupa græju bara því þú elskar Origo. Já, mér svo gaman að koma þá. Mér ég hef verið að skemmta hjá þeim að það er svo skemmtilegt fólk sem hefur raðast þar upp. Að því það raðast oft upp sérstakt mjög, já, svona líkt fólk einhvern veginn. Það er rétt. Það er náttúrulega þessi fyrirtækja menning sem er alltaf svolítið svona þetta einstaka. Ef hún er góð, þá líka vill fólk vinna í því. Já. Og þá hefur meira tækifæri á að velja rétta fólkið af því að það er kannski fólk sem samsvara sig við þessa menningu. Það horfir á þetta er staðið fyrir mig. Já. Það er svolítið þannig. Já. En hvert var hitt spilið? Já. Hvaða augnabliki myndu aldrei gleyma? Það var því ég fætti, sko, ég fór í keisaraskurð með Pétur, minn yngsta. Já. Og það, ég deyfðist ekki öðrum megin, ég mun nú ekki alveg gleyma því. Það verður mót. Og ég gargaði svo hátt að ég held að það kom sprunga hérna, en ég hefði ekki viljað vera svæðsamt, sko. En þegar að Pétur var settur hérna og hann var alveg með svart hár og krullur, og ég hugsaði, hvar í ósköpunum Sigga varst þú fyrir 9 mánuðum? Af því ég sá ekki samsömun við hinböndin. Hvað gerðist? Þú hefur verið bara, oh my god, ég get ekki tekið þennan með mér heim. Ég hefði aldrei tekið hann með mér heim, nema ég hefði séð hann fæðast. Ég hefði bara sagt, nei takk, ég er ekki með þennan. Af því að mín bönn voru ekkert líka honum, ég sagði bara, hvaðan kom þessi gaur? En hann var rólegasti og svona þægilegasti krakkinn minn. Það þýðir ekkert besti, sko, en hann var svona bara yndisleg börn. Já, og það er nefnilega, sko, með fyrsta, þá er maður oft með tilraunastarfsemi. Þetta er svo fyrirtæki sem maður er líka að byggja upp og svo með annað svona meira lús og svo með hitt svona já. Þú veist að þá verður, það er miklu, mér fannst það æðislegt. Já. Og ég svona, það sem ég hef kynnst að þér síðan við kynntumst, við bara nota beni, það er ekkert mjög langt síðan við kynntumst, þetta er bara, hvað konur 2-3 mánuðir. Lífið er svo stutt. Þetta er svo skrítið. Þú manst eftir mér í venjulegum fötum. Já, það er bara svona, ég man svona hluti. Og og ég verð að segja, sko, maður er alltaf, þegar þú ert tekt andlit, maður er með einhverja mynd í kollanum eins og þú segir, ákveðni fordómar, eða ég veit ekki hvort, ég var reyndar ekkert með fordóma gagnvart þér, það var alls ekkert svoleiðis, en ég var svona, maður sér þig fyrir, ég sá þig alltaf fyrir mig sem en að gleðigjafa sem þú ert og séu þetta bara þetta sem að þú sýnir út á við og það flugvél hérna yfir til þess að gleðja okkur hérna í stúdíónu. Ég elska, það er eitthvað líf í því. Það er líf í því. Já. En það sem ég ætla að segja er að þú ert bara rosalega mikil amma og þú ert mikil fjölskyldu manneskja fyrir börni. Ég elska, það er líka fyrirtæki að koma fjölskyldinu vel saman, þú veist fjölskylduráðgjöf og allt þetta, því maður veit ekkert hvað er rétt endina þó maður haldi alltaf, maður veit alltaf rétt. Gera allir sitt besta. Já, ég er ekki viss. Er það ekki? Nei, af því í sumu þá langar manni kannski ekki að gera sitt besta í til dæmis að vera, ég eldaði mikið hérna áður fyrir, núna langar mér ekki að gera mitt besta í því, þannig. Nei, þú ert bara að búa með það. Já. Það er svona, er þetta ekki alltaf einhverju svona kaplar? Jú, ég var alltaf í sundi eins og vitleysingur og svo bara hætti ég því. Þetta ég skil mig ekki, sko. Hættirðu því? Ég var bara í heilsurekkunum í heilsuhúsinu og í Fjarðakaup, náttúrulega, og því það er svo notalegt þar. Það er svo notalegt þar. Það er æðisleg búð. Já, ég er æðisleg búð. Það er margar æðislega búðir reyndar í dag fyrst mér. Já. Það er búið að breytast rosalega mikið. Mér finnst svo gaman að fara í búðir, kannski því miður.
Ég Kannski fatabúðir eða Nei, ég hvernig náttúrulega er það tæki og tól? Hvað er það? Tæki og tól. Þetta má nú miskilja. Já, það má miskilja allt nefnilega. Það má miskilja allt. Það má gera það. Það má gera það. Já, nei, Já. Ég bara allskis, ég svona markaðskona, fyrir litla markaði og mér það Já. sem fullt af Svona fólki skrambúðir og... Já, eitthvað svona sem að koma með eitthvað skrítið, svo það er mjög svona búð með svona, rock og romantíkarnar á Laugaveginum, hún er með kristalkúlur og allt svona einhvern veginn sem að mér finnst vera að passa fyrir mig og eins og fór ég þar inn og þá var stúlkan sem var afgreiðar búin að hugsa að því að það var svona kjóll með svona keip og það voru stjörnumerki á öllu keipinu sem var fast við kjólinn, svona þund. Hún veist að Sigga Klingi mér ábyggilega að kaupa þetta. Sko það liðið 1 klukkutími, ég var komin inn og keypti þetta. Ég trú ekki að þetta hafi gerst. Og þetta er svo magna lífið að þú getur hugsað til því hluti að því að við erum sjálf með margmiðlunar orku. Já, ég segi bara allir sem hafa kynnt Siggu og sjá þig. Það er bara ekki hægt annað en að trúa þessu. Æ, hvað út skemmt, þú ert svo Ég góð veit. við mig. Þetta er svona hrósin og ég flýg fram. En allavega, ég held við sem ekki að hafa þetta neitt lengri í dag. Veist, það var æðislegt að fá því hérna til mín. Já. Og bara, þetta er bara... Ég kem aftur, sko. Já, þú verður vonandi gestu átt heima hérna. Já, ég kem aftur samt, sko, því að við erum að gera margt saman. Svo hlakka mér líka til að sjá. Já, Allt saman. Það verður spennandi og takk fyrir að vera með.